Hún eins og eitthvað geimvera. Alltaf gleymi ég að greiða mér hárið. Svo gott að teygja sig. Ég bara búin að, góðan daginn ef ég sagði ekki góðan daginn. En ég bara búin að vera að skrifa bloggfærslu og hlusta á kósí tónlist, drekka kaffibolla minn og bara hafa það rosalega notalegt. Tómas sagði mér í gær að byrja að vlogga í dag. Hann sagði bara, Arna, þú ert ekki með neitt planað, nú tekur upp myndavélina og bara tekur upp eitthvað. Nóttin í nótt var ágæt, eða bara eiginlega frekar góð, sko. Emilía sofnaði klukkan 8 og vaknaði klukkan 11:30 og svo klukkan rétt rúmlega 4 og svo klukkan 6. Vaknaði klukkan 6 og vildi byrja daginn klukkan 6. Og ég var eitthvað svona þrjóskast að reyna að svæfa hana aftur en hún var bara hlæjandi og basically að segja mér að fara fram og byrja daginn, sem allt í lagi að þessi nótt var mjög góð með við margar aðrar. Já, Tómas var núna að fara í vinnuna og var að byrja í nýrri vinnu í dag, mjög skemmtilegt. Ég er svo stolt af hann næri einhvern veginn alltaf að koma sér inn í eitthvað skemmtilegt og ég held að þetta sé akkurat starf sem hann á að vera í núna. Ég veit ekki hvort ég megi segja frá því hvað hann var að byrja, eða hvað hann var að byrja, þannig ég kannski segja betur frá því seinna. Já, ég kannski tölum við hann þannig að kemur heim í dag. En já, ég var að sýna ykkur að Emilía, ég bara stundum þá vil ég bara leyfa henni að taka þið bara rólega í vagnunum með henni róleg. Það er svo gott fyrir hann að ég taki henni ekki alltaf strax, af því að má alveg chilla líka stundum. En ég held að sé samt ekki henni svo lengur, þannig ég ætla að fara að sækja hana. En annars þá ætla ég bara að leyfa ykkur að koma í daginn. Ég kannski þarf að greiða mér í þessu vloggi af því að seinasta myndband var alveg á allan tímanum meðan ég var að edita var ég bara Arna, af hverju greitur þér ekki? Arna, af hverju greitur þér ekki? Hrikalegt, en sækjum stelpuna. Vegnir, þetta er Vegnir, já. Hæ. Ég ákvað að prófa að setja hann ekki í vettlingi þetta sinna því að hann er allt svo heitt. Það kom myndavélinni. Herra, margir spyrja hvernig ég festi þessa myndavél en ég gera það svona. Skrúfa þessu svona á. Já, þannig næ ég að stilla þess að henni, skilji. Og þetta er ofta að trufla Emilíu þegar hún kannski rumskar aðeins og sér þetta og henni finnst það svo merkilegt að hún vaknar. Ég kom inn. Ok, annan kaffibolla út af því að ég er svo þreytt að ég vöknum kl. 6 í morgun. Var ekki alveg reddi í daginn en svona er þetta. Þessi mjólk. Tómas keypti hana. Ég er ekki búin að heyra neitt mæla með þessa mjólk en ég er svona, ég ætla ekki að segja að ég mæli strax með henni. Ég ætla að meta hana aðeins betur. Ég er búin að smakka hana núna nokkru sinnum. Hún er ekki vond. Ég fann að sakna Oatly það mikið að ég er búin að senda post á höfuðstöðvarnar. Ég sendi og spurði hvort að þessi mjólk var ekki örugglega að fara að koma og þau bara Hello, you can find Oatly in Bonus and Krónan. Og ég var bara Really? Takk fyrir ekkert. Já, og mér finnst gott að hafa mikla mjólk. Og þess vegna, þú veist, ég er búin að nota rjóma í kaffið mitt. En það er ekkert sem að jafnast á við í kaffi haframjólkina. Og það gerir mér svo leiða. Ég er svona búin að spá hvað ég ætla að gera með ykkur í dag. En mér langar smá, ég er búin að hugsa þetta rosalega lengi. Mér langar að, þú veist, skipuleggja skúffur hérna. Þið viti á heimilum þá er alltaf allavega ein svona drastskúffa. Þar sem þú hendir bara öll í og þú veist að þetta er drastskúffan og það má alveg vera þannig. Hér á þessu heimili eru komin ansi margar drastskúffur sem að ég nenni ekki að hafa. Ég skammast mín. Áhyggjur það, en ég fæ svona hnút í magann og ég get ekki hort á þetta, ég nenni ekki að gera þetta. Ég held að í dag sé dagurinn til að taka þetta í gegn. Og ég var bara að spá að taka það upp, sýna ykkur, drastlið. Leif ykkur að sjá henni í skápuna mína, hvernig verður það? Ég ætla að drekka sem fyrst kaffið mitt og slaka þess á, ég ætla að horfa á sænska þætti, þannig að ég er ekki að fara að tipsa það við ykkur, því að þið með þurfa ekki að horfa á það. En þeir heita Valgrens World, þið sem kunna sænsku. Það eru einhverjir sem kunna sænsku hérna. Og þeir eru sjúklega skemmtilegir, þetta er svona raunveruleika þættir af frægri fjölskyldu í Svíþjóð. Mjög gaman að fylgjast með þeim, mjög fyndið líka. De flesta brukar ju få så stora tuttar av en p-stav. Alltså jag håller ut på att dö, det tonar ju bort för fan.
klukkutíma seinna og ég ennþá í sófanum. Ég nenni ekki neinu. Þessi kaffibolli gerir ekki neitt fyrir mig. Vitið hvað? Sturlu staðreynd. Ég hef aldrei horft á Bachelorette eða Bachelor. Ég kannski sé eina seríu eða eitthvað. Man ekkert hvernig það var. En ég sá bara hana hjá Ernu Hrund og hún að fara núna að tala þættina alltaf eftir á og hljóma skemmtilega. Ég held bara að núna sé árið. En núna sé tíminn til að byrja að horfa á þetta. Þetta inn á hann vagn. Já, ég held það. Eða hvað? Horfið þið á Bachelor eða Bachelorette? Ég fáránlega að vera ekki að horfa á þetta? Ok, gerum eitthvað. Ég veit líka, ég þannig. Þegar ég þunn eða þegar ég svona... Ok, ég veit ekki alveg hverju ég segi þegar ég þunn, en það endar þannig. Þegar ég þunn eða þegar mér líður ekkert rosalega vel, að þá tek ég til. Eins og ef ég og Tómas séum kannski segjum það að ég og Tómas séum kannski eitthvað ósátt, þá fer ég bara að taka til. Að þá bara svona dreifi huganum, melti hlutina og svo ræðum við það betur. Núna ég löt og mér langar helst bara að leggja upp í sófa og bara horfa á Bold-Type. Það held að ég heiti Bold-Type þættinir sem ég horfa á. Þeir eru eiginlega frekar leiðilegir en samt skemmtilegir. Ég veit ekki alveg hvað, ég veit ekki hvort ég hafa hort á þeir á Netflix. Hvað Netflix eru leiðilegt. Vá, hvað er neikvæð? Þetta djóka. Það rigning úti, það málið. Það búið rigning í 2 vikur eða eitthvað straight núna. Hristum þetta á okkur. Ég held ég þurfi bara að fara aftur í blómakjólinn til að fá sól í hjarta. Byrjum á að taka til, þá líður mér. Ég veit að mér mun líða betur. Munið það sem ég talaði áðan. Dressskúffurnar. Ég veit ekki hvort ég sýna ykkur þetta sko. Ok, byrjum bara á þessari. Eru þið tilbúin? Nei, ég veit ekki hvort ég get. Jú, ég leiði ykkur að sjá fæðingunum mína. Þetta er alveg að geta séð hann í þessu skúffur. Andskotin, þetta er ekki lægi. Ég fæ panikk á því að opna þessa skúffur sko. Ég lóka mér bara aftur. Við ætlum ekki að hafa heimili svona. Nú tökum við þessu skúffu í gegn. Þið lendur líka í þessu, en bara svona, það safnar svo mikið drasl, þú veist, maður langar að hafa þetta bara, þú veist, hreint og fínt og ekki eitthvað svona. En það gerist alltaf, þannig að þetta á að vera hjá þér, Emilia, en ég gæti ekki mælt meira með þessu. Ég fekk þetta gjöf frá vinkonum minni og þú veist, þetta þegar þau byrja að taka tennur, að þá eru bara með hanska, það heyrir svona skemmtilegt hljóð og þau bara naga þetta hérna. Mæli mjög mikið með, hún elskar hann hanska. En að þessu, hvað er allt sem hún kemur alltaf? Þú veist að þetta er bara drasl. Þetta er bara eitthvað, ok, þetta er hér, svo er kling, þá hendi ég þessu bara hérna á ný. Þú veist hvað, nú ætla ég að reyna að hætta þessu. Herðu, við erum búin að leita þessu ógeðslega lengi. Við ætlum að setja hann á hérna fyrir hangklæðin á baði. Ok, geðveikt. Ég er að reyna að venja hann að bósa. Hann geltist henni svolítið og henni bregður svo mikið að hann fara að gráða. Þannig ég er svona að reyna að gera hundaljón. Mamma, mamma. Ok, kannski seinna. Sjönt af þessu drasli fór bara aftur ofan í. Ég veit ekki hvað, ég er ekki alveg með hugmyndaflug í það hvert ég á að láta þetta. Þetta þarf ég til að skrifa á mánaði með hana.
Ég átti nefnilega eftir að skrifa á þá. Ég er 5 mánaða, þetta gerist 5. mánuðin. Þannig ég eftir að skrifa hvað gerist 5. mánuðin hérna til að eiga. Og þetta er svo gaman að eiga þetta, þú veist, að því að ég er til þess búin að steingleyma hvað gerist hérna 1. mánuðin. Emilía tók snuð hann á 5. daginn, 1. baðið, fæðingarþyngd, 1. göngutúrinn, 1. bústaðaferðin, eignaðist lítinn frænda Atlas kom í heiminn, tilkynnti nafnið. Þú veist, hún er, ég veit ekki hvort það spjallar með mig eða hvort það sé að... Nei, dótið, það er dótið. Þetta er bara svo gaman. Því hérna skrifa ég bara viðkomu í maganum, ég prófa alls konar og bara, þú veist, bara allt þetta skilur. Segja mig hvernig mér leið, þannig að þú veist, ég er með allt árið bara hér. En þetta er sem ég og mamma byggum til, þessi mánuð mér og þeir fást í 9 Kids. Ég get nálgast á þar. Já! Má ég sjá, nýjasta starfsmannplay. Emilía, sér samfélagsmiðla. Vei, til hamingju með starfið, Emilía. Djöfull ertu dugleg. Hún er yfir flugfreyja. Nú. Tímabundið sko. Já, ok. Þangað til hvað? Þangað til að hún verður framkvæmdastjóri. Já, það er þetta maður. Það er hún að bíða eftir því. Það er álag á þér. Svo kom Tómas beint heim úr vinnunni og setti upp snaginn sem ég fann á hann. Chilla. En viltu sjá? Komdu. Nei. Jú, kíktu. Kekja. Nei, ég veit það. Jú, þetta er alveg styrla sko. Sko, þetta er Messi en þetta er samt aðeins meira skipulega heldur en þetta var. Ég gefi þessi 2 daga. Og skúfan 2 líka. Wow. Það er kjúklinga. Við þurfum að gera eitthvað úr þessu. Hugmyndir af kjúklingabauna réttum, tips, já takk. Wow. Hjálp. Oh my god. Já, þetta hlægir svona mikið. Já, þetta er svona fyndið. Mamma sko líka fyndin. Hvað pappa gerir sem? Oh my god. Herra, Emilía er að fara að sofna í vagn. Þetta er den. Já, Emilía er að fara að sofna í vagninu núna og meðan ætla ég að ganga frá þvotti. Mamma var að gefa Emilía þessa bók. Þetta er ógeðslega sniðugt. Hann er svona vögguvísur. Svo ítir maður bara play og svo á maður bara í rauninni að syngja með eða bara hlusta á.
sokkamáli mikla sem ég skil ekki neitt í. Þú veist, ég skil þetta ekki. Þessi Harriet að sofna. Sé hvað hún þreytt. Hún vill bara vera með bónsan sinn. Þið ætti að sjá hvað hún spennt að sjá bónsan sinn alltaf. Ég heiti Emma. Já, þetta þreytt, þú veist. Mamma hjálpaði, já. Ok, það eitt í viðbót sem ég langar að gera með ykkur. Áður en ég ætla bara að setjast aðeins í sófann og slaka á. Af því að við erum að fara í matarboð eftir smá til mömmu og pappa. En ég ætla að gera sundtöskunum og Emilíu tilbúna. Það er svo þægilegt að græja það bara þannig að þetta sé tilbúið fyrir morgundaginn. En ég þarf ekki að spá í því í fyrramálið. Ég tek bara hérna þessa heimatösku. Ég elska svona taupoka. Svo þægilegt. Ok, þetta er það sem ég tek með fyrir hana. Ég er bara með þennan hérna poka. Svo er ég með svona sundbleyju. Þetta er svona fjölnóta bleia. Þetta er alveg sniðugt. Maður er að fara oft og þá var maður ekki alltaf að skipta. Þetta er bara fjölnóta og þá getur bara þrifið þetta og það er ekkert mál. Sundgallinn hennar. Sætasti galli ángríns. Ég bilast, hún er svo sæt í þessu. Svo á hún sundhatt í stíl. Það er svo krúllegt. Þannig ég keypti þennan í Dimm verslun. Svo bara hangklæði, taublega því hún guppar út allt. Svo bara bleyjur og blauturkur. Ég á svona ferða. Þetta er líka í Seltin Engits. Og setja bara hér. Svo er ég alltaf með eitthvað svona smá dót, þú veist, ef hún verður eitthvað perrið. Hérna. Þau verður svo ógeðslega þreytt eftir sundið. Og bansa. Og svo er þetta svona undirbreiðsla. Þið er alltaf með eitt svona. Af því að það eru svona skiptidínur. Þannig að þetta sé hreint. Þá setjum ég þetta undir hana. Já, ég veit ekki hvort ég gleyma einhverju. Ég fatt að það er örugglega bara á morgun. Og subscribe og íta bjölluna og það er tilkynningu næst þegar ég posta bara að taka eftir fyrir að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi.